Sælveri, Björgvin Ívar heiti ég og í þessum þætti ætla ég að fjalla hljóðvinnslu. En sá hljóðheimur sem maður skapar eftir á fyrir kvikmynd skiptir verulega miklu máli fyrir gæðinar. Mikið af hljóðvinnslu í kvikmyndum fer fram eftir að myndin hefur verið klippt. Á því stigi búinn til hljóðheimur úr nokkrum tegundum hljóða. Fyrir allt sem gerist í atriðinu eru svokallaðir hljóðeffektar. Þetta eru hljóð eins og fótatak, smellir í ljósrófum, hurðarhljóð og tímlík. Undir þetta eru lögð umhverfishljóð, svo sem umferðar niður í borg, skrifstofuskarkali á skrifstofunni og þytur í laufum skógartrjána. Að lokum finnum við tónlist sem getur skapað ákveðna stemmingu fyrir atriðið og hugsanlega, ef að hljóðupptökur á vettvangi hafi ekki gengið nógu vel, þá þurfum við að taka upp tal. Það hægt að sækja mikið af hljóðum í hljóðabanka sem eru til dæmis á netinu og flest forrit koma með innbyggðan hljóðabanka sem hægt að nýta sér upp að ákveðnu marki, en það gerist alltaf samt að maður þarf að búa til sín eigin hljóð því að þau passa betur við myndina sem maður er að gera. Þá er að gera að vera bara nógu skapandi og hugmyndaríkur og að vera með svona hljóðupptökutæki eins og ég er með hér. Ná skoða þess þetta hljóð sem að kemur þegar maður bítur í svona pastaskrúfu. Sjáum hvort við getum notað þetta í eitthvað. Ég er líka hérna með dagblað sem ég ætla að rúlla upp og það vill þannig til að ég er með kálhaus hérna með mér. Ég ætla aðeins að prófa að lemja í hann og við sjáum hvort við getum notað það hljóð í eitthvað. Hljóðmenn hafa gert þennan leik sínum í gegnum tíðina að lauma inn ákveðnum hljóðeffekt inn á hljóðrás kvikmynda. Þessi hljóðeffekt hljómar einhvern veginn svona. Hann er kallaður Vilhelmsöskrið og þetta er svona hálf kjánalegt öskur sem að rataði inn í einhvern hljóðabanka sem var mikið notaður í Hollywood í gamla daga og hefur birst í ótrúlegum fjölda kvikmynda. Einhverjum fannst fyndið að lauma þessu hljóði sem passar sjaldan við nokkurn skapaðan hlut inn í mynd og smám saman var þetta að brandara að koma þessu hljóði fyrir á hljóðrás kvikmynda. Þið skulu vera vakandi fyrir þessu næst þegar þið horfið á kvikmynd og munið þegar þið eru að skapa ykkar eigin að góður brandari er aldrei of oft sagður.